Já, Ingibjörg heiti ég og sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun og starfa í teymi friðlýsinga og áætlana og ætla að kynna hérna fyrir ykkur efni friðlýsingar og fyrirhugað verkefni friðlýsingu Skerjafjarðar við Álftanes. Við boðum ykkur til þessar fundar til þess að kynna ykkur þessi mál annars vegar og líka til þess að bjóða ykkur að taka þátt í þessu verkefni þeirra sem eiga land að sjó. Með mér hérna á fundunum frá Umhverfisstofnun René Biasone sem umsjónarmaður friðlýstra svæða á Suðvesturlandi og Guðbjörg Gunnarsdóttir sem mun stýra umræðunum hér á eftir. Hérna ætla ég að fara yfir, ef þetta vill skipta hjá mér. Sjá. Efni fundarins, það sem ég ætla að fara yfir hérna í kvöld, það hvað friðlýsing, hvernig friðlýsingaferlið og efni friðlýsingaskilmálana eða þeirra reglna sem settar eru svæðin. Fjalla svæðið sem hér ræðir, sem sem sagt Skerjafjörður við Álftanes og friðlýsingu svæðisins og mögulega afmörkun. Og svo hvað næstu skref og svo í lokin eru spurningar og umræður en eins og ég sagði áðan að þá verða þær ekki teknar upp. Nú friðlýsing, þetta aðferð sem notuð í náttúruvernd og notuð til þess að vernda sérstæð mikilvæg svæði og náttúrufyrirbæri og í Íslandi eru núna rúmlega 120 svæði friðlýst. Það engar tvær friðlýsingar eins, þær eru eins mismunandi og þær eru margar og skilmálarnir eru mismunandi og með ólíkum áherslum eftir aðstæðum og tækifærum hvers svæðis og verndargildi hvers svæðis jafnframt. Nú, friðlýsing, hún eykur sérstöðu og verðmæti svæða og hún tryggir vernd vistkerfa og verndar líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni svæða og við erum að horfa hérna með Skerjafjörðum þá til vernd vistgerða og líffræðilegra fjölbreytni. Nú, friðlýsingar hafa félagslega og hagrænan ávinning þar sem þetta eflir virðing og skilning heimamanna á gæðum svæðisins og í mjög mörgum tilfellum tryggir þetta vernd útivistarsvæða með aðkomu ríkisins. En þetta getur jafnframt skapa verðmæti í formi atvinnu, uppbyggingar og auknu tækifærum í þjónustu starfsemi. Hún kemur á stýringu, þar sem og þegar við tölum stýringu þá erum við að fjalla það hvernig við stýrum þá aðalega gestum og umferð svæði til þess að tryggja það að viðkvæm svæði verði ekki fyrir átræningi og svo uppbygging innviða. Þá með aðkomu ríkisins. Það friðlýsingar sem verið að vinna að. Þetta stefnumótun Alþingis sem það eru tvær náttúruverndar áætlanir, önnur frá 2004 og hinn frá 2009. Svo það náttúruminjaskrá og rammaáætlun. Og núna í gangi átaki friðlýsingum sem kveðið á í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og þar áherslan á friðlýsingar ferðamannastaða sem undir álagi og svæði á eldri náttúruverndar áætlunum eins og Skerjafjörður. Nú og svo önnur svæði sem geta komið inn og hafa verið að koma inn. Ferlið sem friðlýsing fer í að það kemur fram tillaga sem metin og skoðuð og í þessu tilfelli Skerjafjörður á náttúruverndaráætlun en í september 2020 barst Umhverfisstofnun beiðni frá Garðabæ að fara í friðlýsingu svæðisins og hefja undirbúning vinnunnar. Í kjölfarið skipaður samstarfshópur sem hefur það hlutverk að vinna að undirbúningi friðlýsingarinnar að afmörkunni og að friðlýsingaskilmálunum. Og í tilfelli Skerjafjarðar þá samstarfshópur skipaður fulltrúum frá Umhverfisstofnun, Garðabæ, Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Og það ekkert sem segir að það sé ekki hægt að
fjölga í þessum hópi eftir hagsmunaaðilum eða öðrum sem að geta átt þátt í verkefninu. Það sem gerist svo að áform friðlýsingu eru sett í kynningu sem er 4 vikna auglýsingatími sem að þar sem almenningi gefst kostur á að koma með athugasemdir og ábendingar fyrirhuguð friðlýsingar áform. En í áformunum eingöngu verið að segja hvaða svæði ræðir. Það ekki búið að setja neina reglur, það ekki búið að vinna að tillögum á svæðinu. Nú í kjölfarið unnin tillaga að friðlýsingaskilmálum með þeim reglum sem að koma til með að gilda á svæðinu og það unnið í samráði við hagsmunaaðila. Ég sé nú að ég hef snúið að hérna annarri örinni hjá mér vitlaust, þetta á náttúrulega að vera í hring við förum hvora leiðina sem að Nú þegar samstarfshópurinn hefur unnið að tillögu að skilmálum og afmörkun af svæði til friðlýsingar, að þá það sett í 6 vikna kynningaferli þar sem að almenningin gefst aftur kostur á að koma með athugasemdir og ábendingar og þá eru reglurnar kynntar. Að því loknu málinu svo vísað til staðfestingar hjá ráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra. En í þessu eins og ég segi hérna skiptir okkur mjög miklu máli samráð við hagsmunaaðila. Efni friðlýsingaskilmála, þetta kallað friðlýsingaskilmálar, þetta eru þessar reglur en þetta stjórnsýslulega heitir þetta auglýsing. En þetta fjallar friðlýsinguna og þar fjallað það bara hvað verið að vernda, hvaða samninga eru að líta til og eru að uppfylla fyrir hönd Íslands og verndagildi. Það fjallað markmið friðlýsingarinnar, hvernig við ætlum að ná fram verndinni, mörk svæðisins og svo fjallað það hvernig við ætlum að haga vernd, minja, gróðurfars, dýralífs, menningarminja og svo framvegis. Það fjallað umferð svæðið, tjöldun, gistingu, umgengni til dæmis, nýtingu svæðana, hefðbundin venjulega við friðlýsingar helst hefðbundin nýting og hlunnundi, svo framalega sem að umrædd nýting rýrir ekki verndagildi eða ógnar ekki verndagildi svæðisins. Það fjallað umsjón svæðana, það ákvæði stjórnunar- og verndaráætlun sem unnin í kjölfar friðlýsingar, landnotkun og mannvirkjagerð, notkun skotvopna og svo fleira eða færra eftir því sem að þörf á og hvað þarf fyrir hvert svæði fyrir sig. Nú, verndagildi Skerjafjarðar, það kannski rétt að taka það fyrst fram að það á náttúruverndaráætlun síðan 2004 vegna búsvæða fugla. Það á náttúruminjaskrá vegna fjölbreytta tjarna, fjara, grunnsævis og auðugs lífríkis. Og það núna í tillögum Náttúrufræðistofnunar Íslands að framkvæmda áætlun náttúruminjaskrár og tilnefnt vegna vistgerða og fugla. Og þetta svæði fellur undir átak í friðlýsingum. Nú á svæðinu mjög fjölbreytt fuglalíf allt árið kring og mjög margar fuglategundir. Þetta mikilvægur viðkomustaður farfugla og sjaldgæfra fuglategunda og þetta alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði vegna margæsar, en hún kemur þarna við á leið sinni frá Írlandi til varpstöðvanna í Kanada. Alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði, skilgreiningin á því byggð á viðmiðun BirdLife International og þar meðal annars litið til tegundu í hættu, tegunda sem verpir í byggðum, safnast í stóra hópa, töluleg viðmið, hve stórt hlutfall af stofni á svæðinu og fleiri þættir sem byggt á, sem ég ætla ekki að telja upp hér. Nú þetta mikilvægt fæðusvæði fyrir fugla og á grunnsævinu auðugt botndýralíf. Þarna eru einstaka fjörur með fjörumó, til dæmis sandmaðksglerur og klóðangsfjörur, en það eru þær vistgerðir sem svæðið tilnefnt vegna
af Náttúrufræðistofnun inn á Náttúruminjaskrá. Og svo eru þarna sjaldgæfar plöntur eins og gálgaskegg og marhólmur. En marhólmur vex á fáum stöðum á landinu og er ein af aðalfæðutegundunum sem margæsir sækja í. Friðlýsing svæðisins, hún byggist á lögum náttúruvernd og í 49. grein þeirra er fjallað friðlönd sem það ákvæði sem þetta svæði mun að öllu líkindum falla undir. En það svæði sem tekið frá eða friðað til þess að vernda tilteknar vistgerðir og búsvæði og styrkja verndun tegunda lífvera sem eru sjaldgæfar eða í hættu samkvæmt útgefnum válistum eða til að vernda lífríki sem sérstaklega fjölbreytt eða sérstætt. Í Garðabæ eru nú þegar nokkur friðlýst svæði og þar af eru friðlönd, svo sem Vífilsstaðavatn, Kasthúsatjörn á Álftanesi og þetta það sama og búsvæðaverndin, það friðlýstur hluti í Skerjafirði í Garðabæ sem fellur undir friðlýsingaflokkinn búsvæðavernd en með nýju lögunum sem tóku gildi 2015 og þá féll búsvæðavernd undir friðland. Afmörkun svæðisins, ég set mögulega afmörkun vegna þess að hún hefur ekki verið ákveðin, þannig að ég ætla að sýna ykkur hérna kort á eftir og afmörkunin á því byggist á því að við land að þá erum við að horfa til netalaga, sem sagt 115 metrar frá Stórstörns fjörumörkum við landareignir annarra en Garðabæjar. Þannig að við viljum fá landeigendur með okkur áður ef þeir hafa áhuga að taka þátt í verkefninu og þá myndum við fara nær en eins og staðan núna að þá erum við ekki að gera það. Við eignarlönd Garðabæjar að þá viðmiðið fjörumörkin og til sjávar þá það í Ramsar-samningnum að þar viðmiðunarregla grunnsævi að það séu 6 metrar. Það skilgreiningar viðmiðunarregla að grunnsævi séu alltaf 6 metrar dýpt. Og við fengum gögn frá sjómælingum og erum að styðjast við þau vegna dýptarinnar. Og ég vil taka fram að afmörkunin getur breyst í undirbúningi friðlýsingar vegna nýrra upplýsinga og ábendinga sem geta borist á auglýsingatímanum. En það svæði sem við erum að horfa til þetta. Grænu eða bláu svæðin fyrir eftir hvernig þetta birtist á skjánum. Ég sé að ég er með 2 skjá og það sitt hvað liturinn á þeim. Það eru svæði sem eru friðlýst nú þegar og gulu flákarnir eru það svæði sem við erum að horfa til, sem þetta hérna grunnsævis svæði og hérna sjáum þetta mun líta mjög svona sérkennilega út, þetta svolítið skemmtilegt í laginu. Við höfum hérna hrakhólmana, við höfum undanskilið þá að þessu stöddu þar sem við erum að fá staðfestingu og eignarhaldi þess og ef þetta í einkaeigu og ef þið þekki til þess eða einhver teljið ykkur eiga þá viljum við endilega fá að vita það, en það það sem til skoðunar. En að öðru leyti þá miðað við netlögin hérna við eignarlönd. Ég ætla að leyfa ykkur aðeins að horfa á þetta og ég get líka sett þetta upp hérna aftur og eftir þegar við förum í frekari umræður. En ég ætla aðeins að fara yfir það með ykkur hérna hvað þýðir friðlýsing svæðisins fyrir landeigendur. Þetta kemur helst kannski inn á landnotkun og mannvirkjagerð, en eins og ég sagði áðan að þá haldast hefðbundnar nytjar svo framarlega sem að það rýr ekki verndargildi svæðisins. Vegna leyfisskyldra framkvæmda þarf bætist við leyfisveiting frá Umhverfisstofnun, þannig að það þarf að sækja leyfi til Umhverfisstofnun þar sem framkvæmdir á friðlýstum svæðum, en skipulagsvaldið bara áfram hjá sveitarfélaginu eins og verið hefur. Nú umferð á þessu svæði þá gæti þurft að takmarka varptíma
takmarka umferð á varptíma, viðkvæmum tíma. Gæti þurft að takmarka einhverja umferð en kannski gæti það verið bara á einhverjum tilteknu svæði en það er ekki komin eitt fram að svo stöddu en það geti komið í ferlinu. Umsjón og rekstur svæðisins, lögum samkvæmt falla friðlýst í umsjón Umhverfisstofnunar en það er heimild í lögunum til þess að gera samninga við aðra aðila til að taka að sér umsjón og rekstur. Og það eru í gangi og eru núna samningar til dæmis við sveitarfélög sem að taka að sér umsjón og rekstur friðlýstra svæða. Gerð stefnumótun fyrir svæðið í stjórnunar- og verndaráætlun og sem unnin með aðkomu sveitarfélags, landeigenda og hagsmunaaðila. Og þarna skiptir náttúrulega samráði líka gríðarlega miklu máli við gerð stjórnunar- og verndaráætlun. Og við viljum ítreka það að við teljum að landeigendur þeir geti haft áhrif. Þeir eru þeir sem að þekkja svæðin langbest og geta veitt okkur bestu upplýsingarnar svæðin. Og viljum við því hvetja þeir sem að eiga land og sjó á Álftanesi að taka þátt í friðlýsingunni og stuðla að því vernd svæðisins og að taka líka virkan þátt í undirbúningi friðlýsingarinnar og gerð skilmálana. Ég set hérna undir netfangin okkar, það sem má senda þetta. Það er almenna netfangstofnunarinnar, það er mitt netfang og það er Rene sem hérna með mér og ykkur er alltaf velkomið að hringja. Þessar upplýsingar eru líka á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Næstu skref í verkefninu eru að þessi 4 vikna auglýsing áform friðlýsingu og að vinna skilmálana og sem að verða svo settir í auglýsingu í 6 vikur og svo verður því vísað til ráðherra. Þetta er bara sama og ég hef komið inn á hérna áðan í tímalínunni. Ég myndi gjarnan vilja ef þið hafið hérna, ég ætla að fara hérna aðeins aftur, að ef þið hafið áhuga á eða viljið fá frekari upplýsingar þá myndi ég gjarnan vilja fá að heyri í ykkur, ekki ég vil alltaf heyri í ykkur, en að fá að heyri í ykkur í næstu viku. Og ég vil bara strax í fyrramáli ef þið hafið áhuga eða viljið fá einhverja frekari upplýsingar. Ég ætla ekki að hafa þessa kynningu neitt mikið lengur. Ég ætla núna að slökkva á upptökunni vegna þess að við ætlum að hafa umræður og spurningar sem verða ekki teknar upp.